Velkomin í hlaðvarpið okkar, hlaðvarp fyrir lífið, Biblían á mannamáli. Ég kynnti það í upphæfi að við myndum fá til okkar fólk til að spjalla saman um lífið og tilverun og trúna og Biblíuna og það er komið á okkar fyrsta gesti. Og hann heiti Birkir Már Kristinsson og mjög góðu vinur minn og við ætlum aðeins að spjalla saman. Hann er okkar fyrsti gestur. Ertu þarna, Birkir? Erðu, ég hérna. Velkomin. Sæll Halldór og bara takk kærlega, kæri vinur og gaman að fá þennan heiður að vera fyrsti gestur. Já, þú ert svo fyrsti. Það eiginlega kom ekkert annað til grein eiginlega. Nei, þetta er alveg frábært hlaðvarp hjá þér og bara virkilega gott framtak. Takk fyrir það, takk fyrir það. Hlustunin fer vaxandi og þetta er gaman að þessu, við sjáum hvað gerist. Segðu mér svona, þó að ég viti hver þú ert og kannski ekki allt þig en mikið, fyrir hlustundur okkar, segðu okkur aðeins frá sjálfu þér, hver ertu og hvaðan kemurðu og svo framvegis? Já, ég sem sagt bara, ef við byrjum bara á mér sem persónu, þá myndi ég segja að ég væri alla tíð verið mjög upptekinn af því að það skiptir mér máli að hafa tilgang. Já. Og í hverju sem ég geri. Og almennt þá er ég frekar glaðvær típa og hef bara alltaf verið líka mikið í íþróttum. Ég hef hlaupið síðan ég var 8 ára. Og er ennþá fullu í því og var í alls konar íþróttum, æfði fótbolta og svo framvegis. Þannig að hreyfing og útivist hefur alltaf verið stór hluti af mér líka. Ertu ekki að reka einmitt fyrirtæki núna sem í tengslu við svona útivist eða hlaup? Jú. Ég er sem sagt framkvæmdastjóri og einn af eigendum náttúruhlaupa og Arctic Running og sem sagt ég er menntaður sjúkraþjálfari og vann sem slíkur í mörg ár og ólst upp í Svíþjóð fyrsta árin. Pabbi minn er læknir og fjölskyldan flutti út, þannig að milli 4 og 11 ára aldurs að það áttum við heim í Svíþjóð. Það var bara algjört ævintýri að fá að alast upp þar. Ég var í svona litlu þorpi, svona eins og Emil í Kattholti, svona típist þannig, sunnarlega í Svíþjóð í Snálöndum. Já. Og maður hljóp bara, hljópum berfættur allt sumarið og þetta var svolítið þegar maður hugsaði tilbaka, það er það svona eins og svona draumkennd barnæskar. Bara, algjörlega frábært. Og 11 ára gamall þá fluttum við til Akureyrar og ég bjó þar með mömmu minni og systrum af því að foreldrar mínir skildu þá líka. Þar til ég var svona tvítugt eða rúmlega það var ég í menntaskólanum á Akureyri, fór í háskólann í sjúkraþjálfun og er líka með master í forst og stjórnun. Ég sem sagt starfaði sem sjúkraþjálfari í mörg ár og svo er ég búinn að vera í náttúruhlaupum síðan það byrjaði 2014 og Arctic Running og sem sagt það hefur verið algjört ævintýri að sjá það vaxa upp og þar einmitt kemur sterkt inn í líka þetta með að hafa tilgang, af hverju er maður að þessu og það skiptir svo miklu máli með svona laga að skapa, það eru til hlaupahópa og þeir hafa svona ákveðin ramma en náttúruhlaup var til, við bjuggum til annan ramma og það snýst þetta að kenna fólki bara að njóta þess að vera í náttúrunni og snýst þessi heilsu, að fá góða heilsu, hamingju sem kemur með þessari tengingu í náttúruna og hreyfinguna og félagsskapinn og svo framvegis. Þetta konsept náttúrulega er bara búin að springa heldur betur út og náttúruhlaup orðið ótrúlega bara stórt fyrirbæri á þessu litla landi, Þannig að hann hefði búið að vera algjört ævintýri að fá að fylgjast með því. Þannig að fyrirtækið fer vaxandi þá? Já, fyrir.
Það vaxandi fyrirtæki. Já, það búið að vera það frá upphafi og við sjáum ekki fyrir endan á því, sko. Það alltaf bara stöð fólk að bætast við og það skiptir okkur máli samt að upplifunin haldist og það sem okkar sérstæða að við leggjum áherslu á að allir geta verið þarna á sínum forsendum. Þess vegna erum við getuskipta hópa, við leiðum fólk í gegnum leiðinar, það enginn skilinn eftir, heldur alltaf einn leiðtogi fyrstur og einn síðastur, pössum upp á að fólk allir leiðinar, þú getur valið langa leiðir eða göngu, náttúrugöngu, þannig að fólk vilja vera farvegur fyrir þennan heilsu eða þess að hreyfi lífsstíl með þessum með hlaupasamfélagi náttúruhlaupa og svo erum við að kynna í rauninni þennan lífsstíl með aðalega með grunnnámskeið náttúruhlaupa. Þetta hljómar einstaklega vel og þið kæru hlustundur sem eru að hlusta ef þið hafi áhuga á útivist og hlaupum endilega kíkja inn á, þið ekki með heimasíðu, Birkir? Jú, það bara náttúruhlaup.is. Takk fyrir flöggið. Já, það verður að plugga þessu, þetta hljómar svo vel. Þetta þannig að sko, en hins vegar þá það líka svo skemmtilegt að við höfum aldrei þurft að auglýsa þetta neitt. Þannig séð, heldur hefur auglýsingin okkar verið bara ánægt fólk og góður orðstír. Þannig hefur þetta vaxið og það náttúrulega alltaf best þegar varan selur sig sjálf, sko. Já. Sem að þetta gerir. Algjörlega. En þetta svona, eitt hluti af lífi mínu og svo ég náttúrulega fjölskyldu maður líka og ég hefur giftur huldu minni í 20 ár. Já, vel gert. Já, og ég sjálfur í 50, bara svo það komið fram og ég á með henni 3 börn og strákurinn okkar einmitt 17 ára í dag. Já, til hamingju. Takk og svo á ég stelpu sem verður 15 ára á árinu og aðra sem verður 20 á árinu, þannig að þetta bara að vera fullorðið. Já. En já, það að sjálfsögðu stór hluti af lífi manns líka og það ekki til meiri áskorun eða betri skóli í lífinu heldur en að annars vegar verið hjónabandi og hins vegar alveg börn. Já, segðu. Og segðu mér þá í tengslu með þetta, þú talar þitt eigið persónulega líf og þína göngu bara og svo fjölskylduna og svo fyrirtækið og áskoruna á hjónabandi og fjölskyldu uppbyggingu. Hvernig kemur þá, nýtist eitthvað trú eða eitthvað andlegt líf, því að nú sé ég alveg tengingu til dæmis við hlaup, náttúruhlaup og svona andlegt líf og uppbygging og svona heilbrigði til anda, sálar og líkama getum við sagt. Hvernig... Og þú getur alveg orðað þetta svona, nýtist það eitthvað að þú sért að gera þessar hluti? Já. Þetta mjög góð spurning. Þannig að trúin bara hluti af mínum innsta kjarna, hver ég þannig að sjálfsögðu hefur það áhrif á allt sem ég geri. Og eins og bara þetta með þessa sýn náttúruhlaupa að það kemur inn í þetta að ég vil sjá fólk blómstra. Af því að Guð vil sjá fólki sitt og börnin sitt blómstra. Hann elskar alla og vill sjá fólk blómstra og þetta bara hluta af því, þessi sýn að í rauninni stuðlað aukinni hamingju og betri heilsu hjá fólki og það rosalega velunandi að fara á svona grunnnámskeið en fólk kemur og ég þarf alltaf að minna sjálfa mig á það að fólk kemur oft bara með kvíðahund í maganum á námskeið, bara, ó nei, ég áttur að gera með fíbli, verð ég síðastur og allt þetta, sko. Það eru mjög eðlilega tilfinningar. Bara leið eftir fyrstu æfinguna, þá kveikir fólk á, nei, þetta bara, við erum bara slökk sko, og við erum bara að njóta og að sjá fólk svo eftir nokkra vikur
bara brosa breiðar og breiðar og oft þetta fólk sem hefur prófað að hlaupa áður sjálft, þá kannski á bretti eða á götuhlaupum helst og það bara allt önnur upplifun. Já. Og það hefur fundist, jafnvel hundleiðilegt að hlaupa. Það eru, ég veit ekki hversu margir hafa sagt þetta við mig. Og líka fólk sem hefur verið í fótbolta og þau létu okkur nú hlaupa í fótboltanum, það var það leiðilegasta sko. Og svo sjá fólk bara smá saman hvernig brosið fyrir að breikka og þau fara að kveikja á hvað þessi lífstíll gefa þeim mikið, að það gríðarlega velunandi og það kemur inn í bara þessi hluti sko Guð sem býr í okkur, sem vill láta fólk blómstra, sem elskar alla. Að það þessi þrá, þetta í rauninni þráin hans í mér sem kemur fram þarna, skilur. Vel sagt, já. Þannig að fólk sem að koma til ykkar bara í hlaup, það þarf ekki að vera með endilega, það getur verið með löngun og þrá og vill kíkja og reyna og pröfa, en það þarf ekki endilega að vera eitthvað svona reynt hlaupafólk. Nei, það einmitt okkar sérgrein og ástætt fyrir þetta stækkar að við erum að ná til mest venjulegs fólks sem lítur ekki á sig sem hlaupara. Svo koma líka vissulega hlauparar og fólk sem hefur mikla reynslu og við erum með stað fyrir þau líka. En það svolítið einstakt að ná til byrjenda og fólks sem í rauninni á eftir að kveikja á þessu og að ná til þeirra og það það sem við erum að gera og sem eitt af því sem við erum stoltust af að hafa tekist það. Og svo erum við eins og segi líka með náttúrugöngu, þess að fólk getur bara mætt og gengið í náttúrunum og fengið þessi góðu áhrif sem að því að gangan gríðarlega góð hreyfing líka og fengir tenginguna við náttúruna, hreyfinguna, félagsskapinn, uppgöta nýja leiðir á höfuðborgarsvæðinu og gengið. Það væri svona eitthvað meira fyrir mig kannski. Já, ég hef einmitt verið að hugsa að ég þarf að bjóða ykkur árni í að prófa. Já, en segðu mér eitt þá, núna þegar við ræðum þetta, þá kemur það í hugminn þessi tenging, þessi heildaruppbygging, heilbrigði, sálar og líkama og allt þetta. Hvað það að þínum mati, ef þú getur einhvern veginn dregið saman, þegar fólk fer út í náttúruna til að ganga eða hlaupa, hvaða, fyrir utan sko bara líkamlega náttúrulega hressingu og uppbyggingu, hvað gerir þetta til dæmis fyrir okkar innri mann, fyrir sálin okkar? Já, það einmitt einn af því sem áhugavert að síðustu 20 árin sérstaklega á að vera hrannast inn rannsóknir sem sýna mikilvægi þess að við höfum tengingu við náttúruna upp á bara sálatetrið og upp á bara að við virkum eins og við eigum að virka sem manneskju. Af því að í nútíma heimi þá erum við erum búin að búa til svona svolítið gerviheim sem við getum bara lifað í og það ekki þessi sama tenging við náttúruna og var og vísindin eru búin að komast að því að það bara mjög slæmt fyrir okkur og við Íslendingar erum svo heppnir að eiga svona fallegt landslag og við þekkjum meira að minna öll hvað það að koma út í eitthvað fallegt landslag, fara upp á eitthvað fjall og sjá útsýnið og bara fyllast svona einhverju gleði sem erfitt að útskýra og maður kemur tilbaka svona miklu léttari, miklu jákvæðari og líka bara til dæmis áhyggjur og streita. Tenging við náttúruna tekur svolítið í burtu þetta og ég á nú dætur sem ég þurfti að busta hárið á og þegar það voru minni og betur fyrir sá konan að fletta og allt þetta og mun betri en ég, en stundum þurfti ég að gera þetta og þá var hárið bara stundum alveg í flækju og það var ekki hægt að busta það. Þá sendi maður bara barni í sturtu, bara hárnæring og þegar hún komið þá bara svona rennur þetta í gegn. Og það ein íslensk rannsókn sem var að segja frá því að tenging við náttúruna, það svolítið eins og hjálpa manni að vinna úr
flóknum tilfinningum. Þannig að ég vil segja að það er bara svolítið eins og hárnæring sálarinn. Vel orðað. Og þessi tilfinning sem við þekkjum og annars vegar að þá erum ómeðvituð hjá mörgum. Fólk er ekki búið að kveikja á að ég get gert og viljastýrt nýtt mér þetta og meira segja sína rannsóknir að ef þú ert með blóm heima hjá þér, bara stoppaðu og gefðu því athygli í smá tíma, nokkra mínútur, horfðu bara á blöðin, komdu við, fyndu lyktina og það gefur þér áhrif. Náttúrulega ennþá betra er að vera umkringdu náttúrunni eins og við erum þegar við förum út í náttúruhlaup. En ef þú meðvitað gefur náttúrunni athygli, þá verða þessi áhrif ennþá meir. Og þessi áhrif, sko í mínum huga, þá er þetta náttúrulega bara nærvera og dýrð Guðs sem kemur frá því sem hann hefur skapað og þannig að það tengist við Guði öll með einhverjum hætti þó að við sjáum það ekki þannig öll að þetta sé tenging við Guð og þá er það. Já, það er einmitt, það er ekki endilega allir sem lítið á þannig en það er greinilegt út frá þessu. Það er allt í lagi. Það er allt í lagi, já, en þarna eru við einhvern veginn að næra okkar innri mann og næra það betur hver við erum heldur en borgarlífið á steypunni þá, eða malbygginu. Algjörlega. Og það er eins og segi bara endalaust rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi þessarar jarðtengingu, þessar tengingu við náttúruna fyrir okkur til þess að ef okkur jafnvægi, draga úr streitu og fleira í þeim dúr, draga úr kvíða og þetta er bara eins og þú ert kannski að vinna og þú ert með alls konar áhyggjur og þú þarft að ná þessu deadline og heimurinn er bara að hrynja í huganum á þér. Þetta er aðstæður sem við erum búin að búa til í nútíma samfélagi sem þekktist ekki áður. Það er svo mikið hraði, svo mikið álag og en svo kemur út, þú ferð á Esjuna og þú bara horfir á þetta fjall og þú segir bara, þetta er ekkert að fara að hreyfast neitt. Nei. Og bara, allt í einu þá eru allar þessar áhyggjur, það er bara hverfa í bakgrunnin og bara, þetta kannski skiptir ekki máli þó ég næja ekki, ég meina heimurinn hrynur enn. Nei, það er nefnilega málið, já, akkurat. Þannig að, en með öðrum orðum, það sem ég heyri þið segja er að þegar við í svona daglegu lífi og amstri og þessu hamstu sjóli ef við getum sagt, sem við erum á daglega, að þá fer ýmislegt í flækju og svona innra með okkur og þá þurfum við sturtuna og þá þurfum við hárnæringuna sem meðal annars náttúran gefur okkur. Meðal annars náttúran og hins vegar hreyfing. Hins vegar hreyfingin hefur líka þessi áhrif á okkur. Erum við ekki sköpuð til að hreyfa okkur? Jú, algjörlega og það er einmitt eitt af því sem er svo skemmtilegt við að hlaupa í náttúrunni að maður finnur barnið í sig, bara hoppa yfir læk og skilur hlaupa niður fjall og bara finna mismunandi undirlag undir fótunum og bara svolítið eitt með náttúrunni og þetta er svo mikið frelsistilfinning. Já. En já, nú er ég get alveg mist mig þessu að sjálfsögðu. Já, það er bara stórkostlegt. Þetta tengist rosalega, sem sagt, tengist í mínum huga, þá er þetta alveg beintengt helga og dýrð Guðs, náttúran og þetta allt saman. Þannig að enn og aftur svo ég reynir að kannski koma í orð sem ég er að heyra því segja, að upplifa þetta að segja, þessi hreyfing, þessi útivist, þessi náttúra sem að rækta þið svo vel, ekki bara á kroppina, það heldur sálina líka. Þetta er nátengt okkar svona andlega lífi þá. Já, algjörlega. Á svo margan haft, bara andlegri heilsu, fyrst og fremst, andlegt jafnvægi, eins og segir, vinna gegn streitu og kvíða og svo náttúrulega vinna gegn náttúrulega líkamlegum öllum þessu lífstílstengdum sjúkdómum sem þá eykur líka andlega vanlíðan og þú veist, það verður einhver vítahringur. Þetta hefur jákvæð áhrif á hvort tveggja og þá ef við erum andlega í betra jafnvægi þá náttúrulega bara gengur allt betur. Já, þetta þekkir þú náttúrulega sem sjúkraþjálfari og þinni menntun og bakgrunni.
Já, algjörlega. Þetta í rauninni sko fáránleg hamingju þrenna sem við erum með í náttúruhlaupunum, af því að það fyrst og fremst þolþjálfun sem hefur þessi góðu áhrif. Þó að styrktarþjálfun er mjög mikilvæg líka af mörgum ástæðum, þá gefur hún ekki þessi sömu áhrif varðandi áhrif á andlegu hliðina, og svo það tengingin við náttúruna, og svo það félagsskapurinn sem okkur svo gríðarlega mikilvæg líka. Og þegar maður út að hlaupa, öll í hlaupafötum, það engin jakkafötum og annar í einhverjum öðrufötum, það allir jafnir, endorfínið á fullu, allir svo glaðir, það svo auðvelt að kynnast og spjalla og tíminn bara flýgur. Þetta þrennt það sem svona 3 lykilatriði í hamingju. Það regluleg hreyfing, tenging við náttúruna og félagsskapur. Vá, þetta hljómar svakalega vel. Já, en nú ég farin að tala heitt fagnaðarhund. Já, nei, þetta bara hluti af fagnaðarhundinu. Þetta bara, og algjörlega, og það náttúrulega, ég ekkert ofta að segja frá trú minni, af því ég ekkert fyrir að tróða trú minni upp á aðra, en ég hika ekki að gera það ef fólk hefur áhuga að heyra það. Já. Og að sjálfsögðu, sko, þá þetta ekkert, sko, hjá náttúruhlaupum, þá erum við ekkert að tala þetta á trúalegum forsendum, og það ekkert endilega allir sammála mér einu sinni í náttúruhlaupum með þessa tengingu, skilur. En það ekki aðalmálið þar. Já, þetta það ekki aðalmálið, en þetta persónulega. Já, en segðu mér þá eitt, ég stundur rætti í þáttunum okkar að við erum öll sem eitt, alveg sama hvað erum stödd og hvort við erum meðvituð ekki, þá öllu einhverju ferðalagi, svona andlegu ferðalagi. Og svo kemur eitthvað augnablik, eitthvað moment þar sem við byrjum að skoða kannski aðeins dýpra, hvað í gangi hérna núna innra með mér, eða hvað var þetta sem ég heyrði og sá hér og eitthvað svona. Hefur þú alltaf verið með þessa andlega tengingu fyrir þitt líf, eða var eitthvað augnablik hvað gerðist þér? Hvernig uppgötaði þú að þú varst á svona andlegu ferðalagi, varst ekki bara strákpolli í Svíþjóð? Já, eins og þú segir, að svo skemmtilega að þá gerist þetta mismunandi tíma og með mismunandi hætti hjá fólki sem bara eins og á að vera. Hjá mér þá gerist það mjög snemma og alveg frekar svona róttækar upplifanir, sem ekkert endilega, skilur, hvorki betur en ég verða. En að það gerist hægt og rólega og smásaman. Það bara mismundi hjá fólki, og ég veit ekki af hverju það mismundi. Það skiptir ekki máli í sjálfsög. En hjá mér þá var ég 11 ára, 1986, þegar við fluttum til Íslands frá Svíþjóð, þar sem ég átti ásanna barnæsku. Og ég fljótlega eftir við fluttum til Íslands, svona þegar ég verð unglingur, svona ég ætlaði að ekki verið 12, 13 ára, þá fer að vakna svona gríðalegt andlegt hungur hjá mig, sem ég var svo sem ekki meðvitaður. Ég var ekki að stá í það. Það bara svona eftir að þá sé ég. Og var ekkert sérstakt sem vakti það hjá þér, eða? Nei. Eða ekkert svo gerir grein fyrir allavega? Nei, í rauninni ekki þannig sér. Það var alls ekki, sko, ég byrjaði ekki að smakka áfengi fyrir ég var eitthvað 23 ára. Það var ekkert svoleiðis, ekkert vesen í gangi. Ég var sterkur félagslega, það var vissulega erfitt að flytja til Íslands. Ég þoldi ekki Ísland, engin frí og allt. og krakkarnir, ég átti ekki til orð hvað þau voru dónaleg, rifu kjaft og íttu og blótuðu, og ég bara, hvert ég komin? Svona til að byrja með. Já. En ég samt eins og segi, ég æfði fótbolta og var mjög fljótur að komast inn í hópinn, eignast góða vini, og eftir ár þá var ég orðinn Íslendingur aftur, sko. Já, bara aðeins skjóta hérna inn í áður heldur áfram, sko. Hér stóra málið, sko. Ég veit að þetta skiptir öllu máli. Var það Þór eða Káa? Já, þarna hittir höfuð á naglan, að sjálfsög skiptir þetta öllu máli, þetta var að sjálfsög Káa. Já, ok, já. Það engin pott bara hér. Nei, já.
fyrirgeðu, höldum áfram. Já, nei, en þannig að það var í sjálfu sér ekkert að hjá mér, eins og stundum að það eitthvað sem að sem fær fólk til að kveikja á andlega ferðaleginu. Það alls ekki alltaf þannig. Það alls ekki að vera þannig. Og í mínu tilfelli þá var það ekki. Nei. Ég eins og segi, það gekk allt vel og allt það. En það var eitthvað rosalegt svona andlegt hungur sem lýsti sér þannig að því að nú fermdist ég, sko, og bara í góðu með það. Ég trúði á Guð sem bara svona eins og típist svona Lúthers dæmi á þessum tíma, svona barnatrúin. En mér datt ekki í hug að það væri eitthvað meira þar að finna, skilur. Ég hélt að ég var bara kristinn en andlega hungri mér datt ekki í hug að reyna að seðja því þar. Og eins og segi, ég var ekki einu sinni meðvitaður að þetta væri andlegt hungur. Það var bara eitthvað, og ég var svona á þessum tíma, þá var nýöldin svolítið vinsæll, nýaldar alls konar. Og ég var svolítið að skoða einhverja þannig bækur og mér fannst það voða spennandi og ég fór á jóganámskeið, ég var 13 eða 14 ára, þú veist. Fór það var helganámskeið í Fjarðarmerkjum, þú veist, þetta var 88 eða 9 eða eitthvað. Á þessum tíma þá þótti jóga bara skrítið. Það þekktist ekki, sko. Það var ekki tækt að fara á líkamsræktarstöð eða einhvers staðar og fara í jóga. Nei. Og þetta var einhver indversk kona sem var að kenna þetta og ég veit ekki hvað, sko. Þannig ég svona prófaði ýmislegt og fannst svonalega spennandi. Já. En það sem þetta gerði hins vegar, þetta kýtlaði mig, þetta gerði mig ennþá yngraðri og forvitnari. Þetta gerði mig ekki þáttan, svona andlega. Já, þannig að þetta mætti ekki þessari þörf sem þú fannst vera með. Nei, og aftur, mér fannst ég ekki vera með neitt. Þetta var meir bara svona, ég bara gerði þetta, ég var ekki að spá í af hverju. Já. Það var bara eftir á að ég sá, já, herðu. Og mér fannst ég ekkert vera týndur eða neitt svoleiðis, skilur. Það var ekki fyrir en eftir á ég fann þennan frið sem ég áttaði mig á að ég hafi verið týndur. Já. Skilur, svona andlega svolítið týndur og að leita sjálfum mér. Já. Og Guði. En kannski áður við höndum áfram, þá langar mér bara til að benda á eitthvað, því að við þú og ég tölum mjög frjálslega Guð, þetta orð Guð, og bara benda hlustundum á það að þetta mjög hlaðið orð, Guð. Já. Það rosalega misjafnt hvað kemur upp á hugan á fólki þegar það heyrir Guð. Og hugur okkar virkar bara þannig að við tengjum þetta við einhverja hugmynd eða hugmyndafræði eða reynslu sem við eigum og það rosalega misjafnt á milli fólks hvort það sé jákvætt eða neikvætt eða eitthvað þar á milli eða blandað þegar fólk heyrir Guð. Ekki rétt. Og bara ef ég myndi tala meðvitund, sem uppstreffa alls lífs og hvers eðli kærleikur. Þetta, ef ég segi þetta, þá kallar það fram einhverjar aðrar tilfinningar, eitthvað aðrar tengingar heldur en ef ég segi Guð. Já, rétt. Þannig að bara fólk gerir sér grein fyrir því að þegar ég að segja Guð, þá ég pottþétt ekki að meina endilega sama og þér þetta í hug eða það sem þú tengir við þegar þú heyrir Guð. Bara svona að fólk sé meðvitað það. Mjög góður punktur. En þar vorum við. Við vorum á þessu ferðalagi þínu þegar þú varst ungur maður og fórst í jóga og varst bara opinn og leitandi. Einmitt. Svo það nefnilega þannig að þessi meðvitund, þessi kærleiksríka meðvitund eða Guð, að hann eins og segl. Það var mín upplifun. Það var einhver segull að toga mig, draga mig. Það einhver tenging á milli þess hversu opin við erum
fyrir þessari, og ég veit ekki hversu mikið það og hvað af því að það hann sem að verka í okkur allan tíma, það hans líf í okkur sem svolítið með hinn hluti af segullin. Hann segull og hans líf eitt með okkur járnið sem dregur og ég tala oft kjarnan okkar innri mann sem demant. Af því að demantur getur verið, þú veist, það getur verið eitthvað bara ljótt grjót í sínu náttúrulegu umhverfi sem við gerum ekki grein fyrir að sé demantur, lítur út eins og hvert annað grjót. Svo þarf að þvo skítin af, slípa þetta til þess að þetta fara að skína eins og demantur. Þannig okkar innri maður, okkar kjarni, eins og við tölum að við þurfum að finna okkur sjálf, að til að finna þennan demant, að þá þú veist, við sjáum oft ekki þennan demant í okkur sjálfum, af því að hann lítur bara út eins og hver annar steinn og við þurfum að uppgöta hver við erum í rauninni og þegar við gerum það, þá uppgötum hver Guð Við getum líka snúið þessu við. Ef þú kynnist Kristi, ef þú kynnist Guði, þá kynnist þú sjálfum þér. Þegar hann í þér, hann hluti af þínu kjarna. Og fyrir ekki, halda ára. Nei. Það var ein spurning sem vaknar þarna, ef þú, það mjög algengt í samfélagi okkar og ekkert bara okkar í veröldinni, fólk, að leita að sjálfum sér eins og þú sagðir. Þú veist, og það getur verið mismunandi tínt, það veit ekki hvað það að gera í lífunu, það veit ekki hvort það á að fara í skóla, hvað það að vinna og allt þetta. En þetta að ég þarf að finna sjálfa mig. Hvernig myndur þú útskýra það aftur bara í örfáum orðum út frá þessu sem þú varst að segja rétt áðan með demantinn? Já, einmitt. Það í rauninni þannig að þegar við erum týnd, að þá þessi kjarni okkar, þessi demantur, hann falinn. Hann þarna, en hann falinn og við skynjum hann ekki. Og þess vegna upplifum við okkur týnd. En þegar við tengjum Guði, að þá fer þessi demantur að skína, af því að Guð býr í okkur. Hann fer að skína þegar þessi tenging verður öflugri. Þá sjáum við hver við erum, þá finnum við í raun og við erum að leita raunveruleika. Jesús sagði ég sannleikurinn, en ég finnst í rauninni raunveruleika, því að sannleikurinn annað svona mjög hlaðið orð, sem hægt að fara í alls konar áttir með. Mér finnst raunveruleiki, mér finnst það miklu hitta betur í mark núna að ég var að leita raunveruleika, án þess að gera mig grein fyrir því. Og við erum öll að leita raunveruleika og við finnum hann ekki einhversari langt í burtu, við finnum hann innra með okkur sjálfum í tengingunni við þessa uppspretta alls lífs sem í okkur. Sem hinn æðsti raunveruleiki. Sem bara raunveruleiki. Raunveruleiki sjálfur. Það ekki raunveruleiki án hans. Allt sem aftengt frá honum bara blekking og myrkur og lygi. Hann ljósið, allt annað bara myrkur. Og allavega, Guð eins og segull. Það var útgangspunktinu, svo misti ég mig hann alveg. Þú mátt alveg missa þessu, þú vilt þessu. Þetta einmitt það sem við viljum hér til að spjalla saman. Algjörlega. Þetta var góður útítúr. En ég upplifði án þess að gera mig grein fyrir því að það væri einhver hungur hjá mér og það væri einhver segull sem svaraði þessu hungri, sem dró og þar sem ég elti þetta hungur að þá fór að opnast leiðir. Það svo segullin bara opnaði þessar leiðir fyrir mig og það fór að gerast furðulegi hlutir í lífinu mínu í rauninni sem náttúrulega eftir á sé ég bara var hendi Guðs að því hann sá, já, hann tilbúinn að finna sjálfa sig, hann tilbúinn að finna mig, hann tilbúinn að finna raunveruleikann, þá bara drögum við hann hérna og þá bara gerist þetta og gerist hitt og það var margt skrítið sem gerðist. Til dæmis, eins og segir, ég var ekkert að horfa í kristindóminn. Mér datt ekki í hug að ég myndi finna eitthvað það. En svo
fyrsta minningi mín af því að upplifa svona nærveru Guðs á svona mjög sterkan hátt og eins og segi, við upplifum nærveru Guðs í gegnum náttúruna á margan hátt, í samskiptum við hvort annað, við bara föttum ekki, við gerum okkur ekki grein fyrir að þetta Guð. Og en svo getur maður bara verið gjörsamlega hann getur verið svo nálægt og svo raunverulegur að þessi kjarni manns fer bara að skína, stemattur fer að skína, ég bara gjörsamlega veit hver ég allt eins og að vera og svo framvegis og í þessari svona sterku nærveru Guðs sem bara getur verið mismundi og missterk og svo framvegis. Fyrsta skipti sem ég upplifði þetta einhver leiti, þá fattaði ég ekki heldur að þetta var Guð. Þá eins og ég sagði, ég var alinn upp bara með barnatrúna, Guð var einhverstað hátt uppi, langt í burtu og ég bar mikla virðingu fyrir honum, en mér datt ekki í huga, hann gæti verið innra menn og ég gæti upplifað bara, kærleikans og nánd svona öflugan hátt. En ég bað þetta faðir voru, af því að mér var kennt faðir voru á foreldrum mínum og kvöldin þá sagði ég faðir voru og þetta var bara svona meini svo tömra runa svolítið. Það bara, faðir voru þú sem þið hefði helgirna til komandi líka vel að eilífa menn. Þetta búið svo fyrir að sofa. Það var svona ákveðið öryggi, bara svona ákveðið rútína og bara allt í góðu með það. Það ekkert að því. Eitt kvöldið var ég að segja faðir vorið, þegar ég sagði síðustu orðin, þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá bara var eins og það opnaðist einhver ný vídd fyrir mér og ég var ekki einu svona að fatta að þetta var tengingin. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna, ég fór að hugsa tilbaka. Já, herðu, ég var að segja, faðir voru þessi orð einhvern veginn kveikt á þessu. En ég datt inn í, mér fannst ég vera í einhverju ofurmannlegri svona ástandi þar sem ég gæti hugsað svo ótrúlega skýrt. Og ég bara, það bara kom alls konar hugsanir og þetta bara allt svo eitthvað svo skýrt og svo mikil tenging. Og ég var bara, þetta geðveikt og bara, ég sitt ekki í þessu. Ég var ekkert að fatta einu sinni að þetta væri nærvera Guðs. Og það nefnilega málið að við þöttum oft ekki þegar Guð að tala til okkar eða þegar hann að jafnvel þegar við erum að upplifa nærvera hans. En þetta var eitt af því sem hélt áfram að fæða þetta hungu upp í því. En svo, eins og segi, ég tengdi ekki einu sinni við þessa bæn, þannig að svo bara næsta kvöld þá bað ég bara faðir voru svo venjulega og fattaði ekki, þannig að það var ekki eins og ég var að reyna neitt. Þetta var einhver upplifun sem ég mundi svo vel eftir bara, hvað þetta Já. Og svo fór segullinn bara að draga mig og fór að gerast skrýtnir hlutir eins og til dæmis ég fekk hringingu og þegar við áttum heim í Svíþjóð þá þekktum við fólk sem var kristið sem var læknir og hann var sænskur læknir sem lærði á Íslandi og kynntist pabba þar og við eitthvað heimsóttu þau nokkur sinnum í Svíþjóð þegar við áttum heima og eitthvað svoleiðis og þá lék ég mig við strákinn þeirra sem heit Samuel sem var á svipuðum aldri og svona og nú var sem sagt þessi maður og sonur hans að koma til Reykjavík og þeir höfðu samband við pappa sem þá átti heima í Reykjavík og spurðu hvort að ég vildi ekki koma og hitta strákinn yfir helgina þessa 2 daga og þau svona, já spurja mig hvort ég vildi gera það og ég var í 10. bekk á þessu tíma og það var mikið að gera í skólanum og ég þekkti þennan strák ekki það vel og svo kostaði náttúrulega heilmikið að fljúga suður þannig ég sagði bara, já, nei, bara því miður, það gengur ekki núna. Herru, þá vinnur móðir mín í lottó. En ég held að það hafi aldrei gerst fyrir mér síðar. Já.
ég meina, þetta var ekki neinn svaka upphæð, en þetta var allavega nóg til þess að hún sagði, jú, herri, láttu ekki svona, núna bara ferð þú, ég er hérna með pening og þú bara skellið þér og ég bara, já, ok, veist, bara svona lalast þetta upp. Svo fór ég þarna og við eittum tíma þarna í Reykjavík og gaman. En þá kemur í ljós að pabbi þessum stráks, hann var, þessi læknir, að hann var að ferðast þangað með manni sem hét Roger Larsson. Man eftir honum. Já, það var lyndur maður sem var í hjálpræðishernum í Svíþjóð og var svona vakningapredikari. Og allavega, þá spurðu hvort að ég vildi koma samkomu þarna og ég gerði það. Og þá sá ég allt þetta fólk sem var eitthvað svo rosalega glatt og þú veist, mér fannst ég vera komin í einhvern annan heim og mér fannst eins og þau var í einhverjum heim sem ég var ekki. Eins og ég komst ekki inn í hennan heim þó ég væri það. Já. Og hvað það? Það sem þetta, áhrifin sem þetta hafði, það svona sprengdi alveg upp þetta andlega hungur á alveg nýtt level. Og núna var ég orðin fyrstur í að komast að því, ok, það er greinilega eitthvað hérna í kristindóminum. Já, þarna vaknaði þorstin eftir kristindóminum. Já, þarna, eða þetta var sami þorstin, nema mér hafði bara aldrei dottið í huga að leita í kristnatrúminn og þorstin. Ég hélt að ég vissi allt sem ég þurfti að vita kristindóminn. Ég hélt að það væri ekki meira þar, skilur. Já. Og eftir það, þá fór ég að mæta á samkomur í hjálpræðishernum á Akureyri og svona en segullin hélt áfram. Ég vil þó ég gerði svona allt sem maður átt að gera innan gæsalappa samkvæmt svona uppskriftinni að þá var ég samt yngra og það var eins og það ennþá vantaði eitthvað. Og ég hélt áfram að lesa alls konar bækur og svona og bara svo sem það fór ég á aðra samkomu þennan sem var í Hvítasunnkirkjunni á Akureyri og þetta var fyrsta samkoman og ég fór þarna fram til fyrirbæna af því að ég fann og þetta var mjög skrítið mitt sko að þau buðu fram til fyrirbæna og ég hugsaði, ég fór fram til fyrirbæna að hjálpræðishernum bara síðustu helgi eða einhvern tímann og ég hef ekki þar að gera hugsaði ég bara, en þá fann ég bara eins og ég hef ekki fundið fyrir mig síðar með þessum hætti eins og væri bara tógað, þessi segull, hann bara tógað á línu, bara, ok, þessu bara, jú, þú átt að fara og ég fór fram til fyrirbæna og ég man ekki, þú veist, bara byrja fyrir mig og leið og þá bara hvarf ég eitthvert og ég hef ekki upplifað þetta fyrir ég síðan heldur með þessum hætti að ég lá bara þannig í gólfinu og ég tók ekki eftir neinum í kringum mig og það var eina leiðin til að lýsa þér eins og ég hafi verið gjörsamlega dýpt ofan í bara djúpum sjó af kærleika Guðs, ég var bara gjörsamlega dýfður ofan í kærleika Guðs og hann bara fór í gegnum ekki bara allan líkamann heldur bara alla stálu mín og allt saman bara og bara læknaði allt, alla minnumáttarkennd og allt bara og þú veist, það bara, og ég, eins og segi, ég var ekki þarna á stallnum, ég tók ekki eftir neinum, ég veit ekki hvort þetta hafi verið klukkutími eða eitthvað svoleiðis, ég var bara ekki meðvitaður neitt kringum mig. Og það er óvægt að segja að þetta var trúarleg reynsla eins og við myndum kalla það á Íslandi. Það var trúarleg reynsla og þetta var mjög öflug svona róttæk í rauninu upplifun og hún breytti mig bara á 1 klukkutíma. Ég var bara annar maður og frændi minn einmitt lýsti því að ég var á þessum tíma, þá var ég 16 ára, 15-16 ára. Jú, ég var 16 ára. Og bara eins og unglingar eru ofta á þessum tíma svona svolítið inn í sér og svona
hún fannst ég vera svolítið fílulegur og eitthvað svona og svo bara eftir þetta þá var ég bara alltaf brosandi og bara, þú veist, bara eins og ljós. Þannig að þetta svona, já, var svona mjög róttæk upplifun. Já, en nú verð ég að fá að spyrja þig. Já. Bara, nú verð ég að fá að spyrja þig, sko. Vegna þess, þarna ertu 16 ára og nú ertu 50, sagður okkur áðan. Þú ert ennþá brosandi, þú ert ennþá glaður og fílan kom aldrei aftur og þá eðlilegustu spurningarnar sem koma yfirleitt á þessum tíma hjá okkur öllum eru, já, en var þetta, þú varst náttúrulega bara úlingur og óstálpaður og varst bara sækin í eitthvað öðruvís og eitthvað annað og ekki hefur þetta lifað alveg öll þessi ár. Fór þetta ekkert? Jú, að vissuleyti en að öðruleyti ekki. Sko, að sambandi við Guð, af því að nú allt sem við upplifum í þessum heimi eru bara myndir af hans draumum. Þannig að maður og kona eða fólk sem eru ástfangið, það bara mynd af kærleika Guðs. Móðurkærleikurinn, bara léleg mynd af kærleika Guðs. Kærleika Guðs hefur svo marga, hann svo djúpur og svo breiður að allar þessar myndir af kærleika gefa bara svona gefa okkur smá hugmynd eina svona hlið af kærleika Guðs og náttúrulega svo kannski mest lýsandi og Biblían talar að við séum brúður Krists og hann sé brúðguminn. Því að þessi mynd af ást, einlega af kynlífi, ég meina þetta bara mynd af þeirri nánd sem við eigum. Náinni sambúð. Náinni sambúð. Já, og þeirri nánd sem faðirinn og Guð og ástin okkar vill eiga við okkur, sko. Og þess vegna er hægt eiginlega svolítið að líka sambandinu við ástarsamband og allavega í mínu tilfelli, það alltaf misjafnt hvernig ástarsamband byrja, hvort það séu einhverja miklar tilfinningar til að byrja með eða ekki, það bæði sem gerist þar líka en ofta þá eru svona einhverja svaka tilfinningar til að byrja með sem svo kemur í ljósa og fólk sér bara hvort annað í rauðum sér ekki gallana hjá hver öðrum að því allt svo fullkomið, allt svo dásamlegt og bara þyrjandi í maganum og svo framvegis. Svo skilurðu kannski fer þetta að einhverju leyti, kannski kemur aftur í einhverjum mæli af og til, skilurðu. En það sem vex upp í góðu sambandi í staðinn eða ekki í staðinn, hittir líka til staðar en ekki kannski með þeim hætti sem var fyrst, að það svona dýpri ást sem byggist á virðingu og trausti og sem haggast heldur ekki eins og hinn kærleikurinn gerði. Hinn kærleikurinn, hann kannski haggaðist en innfengi hverfur, er ég þá hættur að vera ástfanginn á hann, skilur. Þannig, sko, þessi upplifun var alveg einstök að mörg leyti, en þetta var ekki dýrmætasta upplifunin sem ég hef átt með Guði. Ég hef átt ennþá dýpri upplifun, þar sem ég hef ekki, verið alveg út úr heiminum þannig að ég tók ekki eftir neinum, en samt þannig að nærvera hans og hefur verið svo mikil og hann í rauninni persónulegri upplifun heldur en þetta. Hitt var það var persónulegt, það var hans persónulegi kærleikur en ég skildi samt ekki eins vel hver hann var þá. En þarna sem sagt varstu bara eins og værir í hópa af úlingum og þú varst ástfangin af einhverju og upplifðir stórkostlega svona ástartilfinningu og varst hrifin og þá verður maður hrifnæmur og tilfinningar og allt fyrir á stað. Síðan greinilega eftir því þú ert að segja þá þroskast þessi trú, þessi ganga, þessi sýn, þetta samfélagi Guð þroskast og núna ertu þetta mörgum árum síðar
og þetta ekki enn farið. Nei. Og ég get, og það einmitt sko, eins og ég ætla að lýsa á eftir hérna, það sem ég les kannski smá ritningunni sko, að þetta bara, þetta grunnur lífsmins, þetta hver ég þetta þessi demantur, að það eining mín við Krist, falleg mynd, mjög fallegt. Og hérna, og út frá þeirri uppsprettu, hann og ég saman, sem nýsköpun, eitthvað sem hefur aldrei verið til áður, veist, hann hefur verið til áður, einn og sér, en hann og ég saman, það einhver ný dýrleg vera. Og eins þú og hann, og allir eru einstakir, og allir eru einstakir í honum, bara eins og náttúran, þar sem hann finnur endalausa fjölbreytni og fegurð, og hvert einasta laufblað öðruvísi en hitt, það aðeins öðruvísi munstur, aðeins öðruvísi lag, það eru öll einstök, og við erum öll sköpuð í honum, til þess að í rauninni lýsa hans styrk. Þannig að þetta geta allt mannkynið, allar mannverur á einn eða annan máta, ekki endilega alltaf á sama máta, fengi að reyna og upplifa þessa nánd við Guð. Já, til þess erum við til, sko, til að, eins og þú talar þessi uppgötun, þetta ferðalag, að uppgöta í rauninni hver við erum, og þá munum við uppgöta hann í okkur. Segðu mér þá eitt, okkur öllum sem erum að hlusta, þættirnir okkar heita Biblían á mannamáli. Þar sem við erum að reyna að útskýra og fjalla og tala meðal annars þetta sem þú ert að tala hér, þetta samfélag við Guð, og við höfum öll þennan aðgang, og hans guðlegi neistu, hans guðlega líf í okkur, og við erum ekkert án hans, lifum og hrærumst í honum. En Biblían bara per se sem bók, þvældust fyrir þér, ertu búin að sjá, hvað gerir Biblían fyrir því í dag þegar þú ert á þessu ferðalagi núna, ef að segja eftir öll þessi ár, orðin þroskaðri í trúnni, eða eitthvað samfélag við Guð, eða þitt samfélag við Guð þroskara, getur við alveg örglega sagt, ekki endilega alltaf á tilfinningaskalanum, en djúpt og ríkt. Hvar kemur þá Biblían inn í þetta, eða kemur hún eitthvað inn í þetta hjá þér? Menur í dag? Já. Eða bara alveg? Í dag núna fyrir þig bara? Já. Sko, Biblían ótrúlega áhugaverð bók að því leytinu til meðal annars að fólk getur lesið hana með svo algjörlega eftir í hvaða ástandi þú og eftir hverju þú ert að leita og hvernig þín gleraugu eru þegar þú lest Biblíuna, hvað þú sérð í henni. Og ég fann það bara sjálfur að því að hérna, eins og ég segi, hérna þegar ég var ástfangin á Guði með þessum hætti, að þá bara vildi ég allt fyrir að gera, og þá datt ég þá gildru að sem að hluta til var bara að því að aðalóta mínu mannlega eðli, en líka að hluta til út af hvernig hérna svona uppsetningin var í því umhverfi sem ég var í, þá datt ég þá gildru að ætla að vera fullkomin. Ég ætla að gera allt rétt og ef ég gerði það ekki, ef ég gerði eitthvað sem ég hafði fekk samviskubit fyrir og svo leiðis, sko, þá leið mér rosalega illa, þá fannst mér að svíkja Guð, sjálfa mig. Og þá, þegar mér leið þannig, mér leið í rauninni, ég hafði fordæmingu, þá leið mér eins og Guð var ekki ánægður með mig. Og eins og segi, fyrstu 6 mánuðina eftir þessu upplifun, þá var ég bara á einhver bleiku skýi, en svo fór ég að smá saman að detta af skýinu vegna þess, eða ekki bara vegna þess að eins og þannig virkar þetta svolítið, en líka vegna þess að ég fór að hérna reyna að fara eftir öllum reglum Biblíunar. Ég fór að lesa Biblíuna eins og hérna reglubók að einhverju leyti, í stað þess að lesa hana eins og
játningu Guðs til okkar. Gekk þetta ekki vel? Það gekk ekki vel og það næstu 4 árin að þó að út af við hafi þetta gengið litið út fyrir að ganga vel og svo framvegis, þá upplifði ég mig bara eins og flesna. Og ég upplifði mikla fordæmingu og ég fór að upplifa bara að Guð væri ekki ánægður með mig. Það var mín upplifun, það var mín samvista sem var að segja mér það, ekki Guð. Já. Og það leiddi mig í svona ákveðna krísu, sem aftur leiddi mig í dýpstu og dásamlegustu svona upplifun sem ég hef átt með Guði sem var til þess að móta nýjan grunn í mig og í rauninni kenna mér hver hann var og það var svona 1 ár þar sem ég var bara hljóður, einn í herberginu mínu og hann var bara að innprenta þetta í mig og ég klukkutíman bara liður og þetta ennþá þessi grunnur í mér, það sem hann kendi mér á. Þannig að eftir að segja okkur að Biblía sé ekki reglugerðabók fyrir okkur svona. Hún virka allavega ekki fyrir þig. Hún er það og hún getur verið góð sem slík vegna þess að hún kennir þér að þú ert ekki fullkomin. Hún kennir þér að þú þarft á einhver öðru að halda. Hún ýtir undir leitina þína, þannig að þessi spegill, reglubókin, fordæmingin, hún ýtir þér að kærleikanum, að Guði það sem þú uppgötast og nei, þetta er ekki svona. og þannig og ég get sagt þér það að fyrir og eftir þessa reynslu, þannig að þegar ég var að upplifa sem mesta fordæmingu og ég las Biblíuna, þá sá ég bara fordæmingu, þá sá ég bara þú ert ekki að standa þig, þú gerir ekki nógu vel, sama hvar ég las. Sama ber gleraugu. Eftir þetta, eftir þessa reynslu, eftir ég sá hann, hver ég er í honum og hver hann er í mér og þú veist, kærleikssamfélagið fór að flæða aftur, þá sá ég ekki þetta lengur, þá sá ég bara kærleika, þá sá ég bara náðina, þá sá ég bara fegurðina. Þegar ég las þessi sömu orð, það er svo merkilegt. Þannig að Biblían mun tala til þín á mjög mismunandi hátt eftir því í hvernig ástandið þú ert í. Já. Og hvernig þú ert að hugsa hlutina. Já. Og þannig að þú í dag lest þú þá Biblíuna og skoðar hana út frá eða með gleraugum kærleikans eða hvað? Já, algjörlega. Og mér finnst alltaf best, það er gott að lesa Biblíuna á margan hátt, en best, það sem er mikilvægast er að kunna lesa hana eins og maður sé að borða eitthvað, eins og nota hana til að vera farvegur inn í upplifun með Guði núna. Útskýrðu þetta aðeins betur fyrir okkur, að lesa hana eins og sért að borða eitthvað. Já, sko, það er hægt að lesa sér til Guð endalaust og kynna sér alls konar kenningar og bla 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 bla, það kemur þér bara ákveðið langt. Þetta er eins og ef ég ætla bara að setjast niður og ef ég einhver geimvera sem er ekki með líkama eins og maður og ég ætla bara þannig að þau eru með svona líkama og það eru taugar og það eru vöðvar og svo ætla ég bara að skilja þetta allt, það sem gerist þessi taug, setur þennan vöðva á stað, þá hreyfist handleggurinn og þá gerist þetta, en ég ætla að skilja þetta svona, skilurðu, viðkomandi maðurinn er að hreyfa sig. Það þarf rosalega tíma til að fara í gegnum allt þetta og skilja það og jafnvel þá ertu ekki að fatta hvað maðurinn er að upplifa þegar hann er að hreyfa sig. En ef þú gæti farið í hana líkama og bara upplifa hreyfinguna og kannski skilur ekki nákvæmlega hvað er að gerast en þú upplifst. Og það er munurinn, að þú getur reynt að skilja Guð, þú aldrei skilja hann, þú getur ekki sett hann í box, þú getur ekki skilja hann fullkomlega í hausnum á þér, það er ekki að því að gera það, en það kemur bara ákveðið langt. Á lokum þá verður að smakka, þá verður að upplifa hann, þá verður að þetta er svolítið eins og unga barn og móðir, þessi tenging
unga barn við móður sína að hún er alveg heilög og móðirin, veist, það er eitthvað, jafnvel þó að barnið segi ekkert, jafnvel þó að það sé ekkert að reyna að fá móðurina til að líka við sig, veist, það bara opnast þessi tenging. Já. Og þessi tenging getum við upplifað mjög raunverulega við Guð án þess að án þess að við getum skilið hann. Barnið skilur ekki móðurina, en það treystir henni fullkomlega. Vegna þess að móðirin er hluti af barninu og það sem meira vísindin er búin að sýna fram á það, að alveg fram á annað ár, að þá upplifir barnið sitt sem hluti af móðurinni. Af því að þegar barnið í maga móðurinnar, að þá það náttúrulega hluti af móðurinni. Allt umhverfið, hvað það? Það móðurin. Maturinn sem það fær, það frá móðurinni. Barnið upplifir sem eina einingu með móðurinni. Það heyrir í röddinni, svo þegar það fæðist, þá upplifir það ennþá að það sé ein eining með móðurinni. Og þetta þessi eining sem við erum með öll við Guð, það þessi demantur. En Ertu að meina að öll, allt mannkynið, þú, ég, fjölskyldun okkar, landið okkar og miðin, eigum við þetta nú þegar þú sem ekki alla upplifað eða að reyna það? Já. Við bara, þessi demantur bara eins og steinn og hann lítur bara út eins og aðri steinar. Við áttum okkur ekki á þessari tengingu og stundum upplifum þessari tengingu án þess að fatta það eins og ég gerði. Og eins og segi, það getur verið við alls konar kringumstæður og í gegnum náttúruna, í gegnum samfélag við annað fólk þar sem við upplifum að leika og snertingu. Þannig að það bara, það þarf að taka skítina, það þarf að slípa demantinn og hann þarf að fá að skína. Og það þessi raunveruleiki sem við erum öll að leita af og það eins og ég segi, þegar Kristur fann mig, þegar ég fann hann, munurinn, eins og ég var að tala þegar ég var í nýöldinni, þá var ég bara hungraðri. Já. Munurinn var sá, þegar Kristur fann mig og ég fann hann, að þá var eins og ég komin heim. Þetta raunveruleiki. Nú veit ég hver ég nú veit ég, nú allt eins og það á að vera, nú allt og þarna þegar ég var að lýsa þessu tímabili það sem Guð var að kenna mér hvað þetta snýst að þá var einmitt vers í Efesusbréfi, ég má lesa það. Gjörðu svo vel, endilega. Sem gjörsamlega bara sneri, sem bara ennþá bara hluta þessum grunni mínu sem ég stend á. Og þar segir, áður en heimurinn var grundvallar, sem sagt áður en nokkuð var til, hefur hann við faðir útvalið okkur í Kristi til þess að við værum heilög og lýtalaus, fullkomin, án nokkurs, ekki hægt að setja út á okkur fyrir honum. Og það var þetta sem hann sýndi mér, meðal annars, að ég fullkomin, það ekkert sem vantar, það ekkert ábótavant, ég hef allt sem ég þarf og það byggir ekki á mér, það svo frelsandi, það byggir ekki á því að ég hafi gert allt fullkomið í dag. Nei, ég klúraði fullkomið þarna, ég gerir mistök þarna, ég bla bla bla, en það breytir ekki því að ég fullkomin og heilagur í Kristi fyrir honum. Þannig að það má alveg gera mistök. Já, við skulum fara að hanga á eftir. Okay. En fyrst, það svo mikilvægt að ganga inn í þennan samleika, að upplifa að við erum heil, að við erum fullkomin. Og það gerum við bara þegar við áttum okkur á að það hans fullkomleiki sem fullkomna okkur. Þetta byggir ekki á hvað við gerum, heldur
á hver hann og hvað hann hefur gert og hver hann í okkur. Fallegt. Það er þar sem leyndardómurinn liggur og þar getur maður upplifað þennan raunveruleika sem allir að leita að og það er hvergi það sem ég finn þennan felustað, þetta frí frá öllu vesinu, frá skömminni, frá þú veist, öllu sem við svona hæfa mann. Þarna bara fær maður að vera sá sem maður raunverulega og það er ekkert sem skortir. Og engin fordæming heldur? Nei, engin fordæming. Andla mális. Þetta er fallegt. Þetta er yndislegt bara. Þetta er dásamlegt. Þetta er það sem allir að leita að í rauninni, hvað sem við gerum sig grein fyrir þið ekki og finna eftir mörgum mismunandi leiðum og að einhver leiti, en Kristur, hann er Guð á því formi að við getum meðtekið hann. Ertu í alvörunni að segja okkur, Birkir, að þetta líf og svona líf og þetta, að Biblían kenni okkur eitthvað á þessum nótunum? Getur það verið bara? Já, var ég ekki að vitna í Biblíuna eitthvað? Góður punktur. Ég segi nú bara svona vegna þess að þetta er það sem fólki finnst yfirleitt alveg, Biblían er ekki þangað að sækja, sjáðu. Hún er bara eitthvað gamaldags kreddu bók. Það er það sem fólk yfirleitt held eða margir halda hana, sjáðu. En það sem við erum að heyra frá þér núna að bara aldeilis ekki. Nei, og ég meina, ég skil þetta svo vel, að ég var þannig sjálfur. Ég vissi allt sem ég þurfti að vita Biblíuna, ég var búin að læra alla sögunar þegar ég fendi mig og þú veist, og svo framvegis, ég myndi allt ekki í hug að öll þessi leyndardómar og dýpt og væri að finna í Biblíunni þegar þessi texti verður lifandi í samfélagi okkar við þessa meðvitund, þessa algóðu meðvitund sem allt líf sprettur út frá. Já, sem sumir kalla og margir og kannski flestir kalla Guð, sem við kalla alvitundina, sem við kalla himingeimin, kosmosið eða hvað sem að kalla það. Þá þetta lífskraftur Guðs. Og það er ekki hægt, eins og segi, að fullu að öllu leyti að skilgreina Guð eða sem sagt setja hann í kassa, en besta skilgreiningin á Guði sem til að hann eins og Kristur, eins og Jesús Kristur. Það er, og þess vegna Kristur sá hluti af Guði sem meðtakanlegastur fyrir okkur mannfólk að sjá og skynja þannig við getum meðtekið hann. Góður. Og þannig að Guð eins og hrísgrjón, að þá Kristur soðinn hrísgrjón. Fólk borðar ósoðinn hrísgrjón og það gerir þeim ekkert gagn. Að margir reyna að trúa á Guð en það gengur ekki. Kristur soðinn hrísgrjón. Hann sagði, ég lífið, ég vegurinn, ég sannleikurinn eða raunveruleikurinn. Og hann svona leiðin, írasta og leiðin inn í Guð. Já, þetta er ásvarlegt, hann sýnir okkur, hann opinberun, mynd Guðs á jörð. Já. Nú fyrir að styttast í annan endan hjá okkur, en ég ætla ekki alveg að taka í burtu frá okkur á þess að gefa þér allavega eitthvað rúm og þú ert búin að deila þvílingum fjársjóðu með okkur sem við erum að hlusta og svo gaman að hlusta á þig og þína sögu og hvernig þú upplifur og sér hlutina og skynjar þá. En ef það er eitthvað sem þið langar annarkvort að lesa eða vitni eða segja svona á leiðin út úr þessum þætti og það er ekki spurningin hvort það sé eitthvað takmarkað tími, heldur bara við viljum ekki missa af því. Ok, já, nei, það í rauninu bara það sem ég myndi vilja skilja eftir hjá hlustendum. Það þetta hungur, þessi þorsti, að það að elta þennan þorsta, elta þetta hungur
Það leiðin að því að finna sjálfa þig, finna raunveruleika, finna Guð og kannski þú bara alveg á bremsunni gagnvart kristindóminum eða Kristi eða svo framvegis, en þú finnur að þessi þorsti að þú veist hvað ég að tala um það. Þú samsvaraði þar og þú tilbúin til að segja, já, ok, ég meina, hvers svo sem þessi þorsti leiðir. Ef hann leiðir með Kristi, þá flott. Ef hann leiðir með eitthvað annað, skilurðu, þá flott. En ég tilbúin til að hann þorsta eftir raunveruleika, eftir því að finna sjálfa mig, eftir því að upplifa það að ég nóg, ég heilagur, ég í lagi og ég elskaður og það allt eins og það á að vera. Þetta svolítið tilfinningin sem við erum öll að eltast eftir. Þetta tilfinningin og upplifunin sem við vorum sköpuð til að hafa. Og þetta það sem við upplifum í Kristi, í samfélaginu við hann. Það sem ég vil bara skilja eftir í rauninni að þora eldan og fossa og að segja, og sem þú tilbúin til að segja það við Krist, við Faðirinn eða við alheiminn, ef þú vilt hugsa það þannig, meðvitundina eða það eitthvað það núti, æðri máttur, og tilbúin til að segja það, já, ég tilbúin til að elta hennar fosta, ég vil komast á hennar stað, ég vil fara í þetta ferðalag, ég vil uppgöta hennar demant í sjálfur mér og upplifa hann skína, viltu opna leiðina fyrir mig, viltu vera þessi segull, viltu leiða fólk inn í líf mitt, bækur, eitthvað annað, hvernig svo sem þú vilt gera það, leittu með þennan veg, vertu þessi segull og dragðu mig. Og þetta á líka við fólk sem þekkir nú þegar kraft trúarinnar og þekkir þegar Krist, af því að við erum öll á mismunum stöðum í trúnni og þessi fossi, hann hættir ekki. Og ég hafi sagt að ég komin heim og ég búin að finna, ég þarf ekki að leita neitt annað, að þá heldur fossin áfram eftir honum, eftir nánara samfélag við hann. Hann heldur áfram alla ævi og hvort sem þú annars við það sem ég að tala eða ekki, að þá á það við okkur öll. Gefa þetta leyfi, viltu opna á þetta, ef þú finnur að þú vilt elta fossan, og þá þori ég að lofa þér því að ef þú heldur því áfram, þá mun eitthvað gerast í lífiðinu sem leiðir þig alltaf nær og nær og meir í þessa átt. Leitið og þeim munu finna, hann lofaði því. Það kannski betra að vitna bara í hann, heldur en að ég sé að gefa ykkur eitthvað loforð. Hann sagði leitið og þeim munu finna. Þannig að það nú eiginlega ekki hægt að enda og ljúka þessum þætti á betri orðum en þessum og þessari hvatningu. Þetta ferðalagið okkar, við erum öll á þessu ferðalagi. Birkir Már Kristinsson, framkvæmdastjóri og meðeigandi í náttúruhlaupum. Þú búin að deila með okkur andlegu lífi á svo margan háta sem snertir okkur bæði á anda, sál og líkama. Og við erum þér þakklátt fyrir komuna á spjallið og óskuðir allsins besta og Guðs blessunar. Kæra þakk. Takk kærlega fyrir það, Halldór, og ég vil bara hvetja alla sem hlusta á hana þátt og hafa ekki hlusta á hlaðvarpið hans Halldórs. Að það algjör gullnáma og hann tiltölulega nýbyrjaður á þessu það sem kallast Biblían á mannamáli. Farið endilega bara á fyrsta þáttinn af Biblíunni á mannamáli og ef þið viljið kynnast betur kristinni trú, þá mæli ég bara rosalega mikið með því. Kærar þakkir, takk fyrir þetta plugg, eins og við segjum. Heyrðu, takk fyrir þetta Birkir Már, innilega. Guðs blessun til þín og þinna. Það sömulegis, Halldór minn, takk fyrir.